Jæja, við erum að fara frá Færeyjum og hverju mætum við innsiglingunni? Jú, Dettifoss. Við erum að fara núna klukkan korter í 12 á sunnudegi. Ég tók ekki eftir skipinu þegar ég fór frá bryggjunni. Það er greinilega að bakka inn. Það er lagnir þessir maður. Það er skútaði hjaska. Þetta er dönsku vinur. Rakaði mig í gær. Lúk. En börnin verða að þekkja þig. Og við stefnum á Hornafjörð. Það er svona, já, þetta er svona þægilegir samgöngu þar á milli heldur en fara á Djúpavog. Já. Og reiknum með rúmum alveg góðum 2 sólarhringum. Veðurspáin er góð, eða þannig, það er engin vindur eiginlega í spanni. En maður veit aldrei, kannski verður eitthvað gjóla, vonandi. En bless Færeyjar og meiru það seinna. Friðbjörg enn að læra að gera hestahnút. Það er svona, hún kann orðið helminginn af honum. Já, svona, þessi tókst. Enda byrjaði hún að læra henni í Gautaborg, þannig að... Næsta verkað. Svo gerir Friðbjörg hérna alltaf æfingar. Hverju 8 mílur, þá bara... 8 míl, þá gerir hún hérna... 20 beru og 20 maga. Já, það er alveg gott og gilt sko. Maður verður að hafa sér til að stefna. Já, ég stefni bara á Ísland. Þú veist hvað ég hef búin að gera margar maga. Þetta hérna sem sagt, eyja fyrir framan okkur er, já, á íslensku bara Fuglaey. En á færsku. Fuglaey. Við ætlum að fara hérna á milli, þetta er eiginlega nyrst, já, nyrsta eyjan hérna á Grænland, nei, á Færeyjum, í Færeyjum. Já, þessi hérna heitir Svínøy. Mikið af svínum hana. Þú erum að fatta nafnið á henni. Straumröst hérna. Mikill straumur hérna innar. Það eru smá þorp hérna, sitthvoru megin hérna. Það er ekki margir sem búa þarna maður. Kannski einhverju bændur með rollur. Hver veit? Það er ekki bátar. Nei, ég held sé ekki svona bryggja þarna. Jú, það er bryggja hérna fyrir framann. Nú er það merkt hérna á kortið. Þetta er viðalegt. Minnir mann á Látrabjarg.
Herðu, svo er ég með hérna stórtíðindi dagsins. Ég fann loksins kíkirinn, eða reyndar var það Friðbjörg. Ég er búinn að leita að þessum kíki í 3 vikur. Og Hvaða lærdóm dregur af þessu? að hérna og maður er aldrei hætt að leita. Við að Keflavíkurflugvelli þá var fara okkur nokkuð þungur en ég þurfti að var með svona stóran kassa, þurfti að létta hann. Við setti hellinga drasl í björgunarflotbúninginn og taldi mig auðvitað hafa verið búinn að taka allt úr gallanum. Og Friðbjörg segist að hafa verið búinn að spurja mig að þessu og ég man það ekki og hún segir að ég hef sagt já, ég tæmdi þetta allt maður. Svo nefndur hún þetta áðan, gæti þetta verið í gallanum? Já, þá var hann í gallanum. Og ég get svarað, ég er búinn að leita nokkrum sinnum í skútunni alls staðar í öll hólf, undir allt. Hélt ég hafi gleymt honum hann hjá þeim sem leigðu okkur húsið í Gautaborg. Nei, þá bara var það sem hann var settur. Það. Þetta er náttúrulega, þú veist, ef ég væri ekki um borð þá væri kíkirinn ekki fundinn ennþá. Og mig hefur svo oft langað til að nota kíkirinn til að kíkja maður. En ég náði að horfa á þorpið þarna áðan. En hann er fundið kíkirinn, það er besta mál. Meira þess að ég var búinn að hringja heim og senda SMS á stelpurnar og það leit allt hús heima, ég hef gleymt honum. Nei, engin kíkir. Svona er þetta. Og svona, já, gengur frekar hægt hjá okkur í dag. Þú voru svona straumur hérna við inna og já, en við mjögumst. Fengum mér að segja sjálfstýringuna til þess að virka. Við höfum verið að prófa hana annars slagið og hún er alltaf eitthvað verið einhver rugli en núna virkar hún ágætlega, kannski að ég hafði svo sléttur sjór. Nei. Hún kann ég ekkert almennilega á hana svona. Það er einhverja stillingar í þessu. En hún virkar. Svo held ég að verði bara pizza í matinn í kvöld sem við kláruðum ekki í gærkvöldi. Og í hádeginu. Já, fengum okkur hann líka í hádeginu, þetta er bara ágætt sko. Fín pizza. Matarmikil. Jæja, það er bara búið að bæta í lognið síðan áðan. Það er bara spegill. Færeyjar hérna í fjarska. Rosalega fallegt hérna maður. Friðbjörg, hvernig er næsta workout? Það er eftir 1 mílu. Míla. Öryggislínan. Við erum alltaf fest í línu. Þó að sé svona logn, við sitjum hann aftan í. Við læsum okkur alltaf. Og ákveðum það að
Við höfum alveg haldið okkur við það. Með hérna línu hérna aftur í báðum megin. Og mikið svona, já, vilja bara skylda. Jæja, þá er það pizzan sem við vorum að baka. Já! Nei, ekki alveg, þetta er restin sem í gærkvöldi, maður. En hún er heit. Diskurinn. Þetta er skemmtilega svo stundi að við fáum okkur að éta. Á ég þetta alltaf það? Þú þetta því? Jæja, Friðbjörg nývöknuð og það er búið að bæta í blíðuna, það er eiginlega bara alveg spegill nánast. Alveg spegill blíða og við erum svona alveg að vera hálfnuð til Íslands frá Færeyjum. Það er ekki einhverja 10 mílur viðbót, þá erum við hálfnuð. Já, reyndar. Við erum bæði nývöknuð. Ég er alveg eitur ferskur, maður. Ha? 5 tíma svefn, sagði hún, já. Hún náði ekki alveg að sofa svo lengi. En ég var á vakt í nótt, sko. Ég tók hundavaktina. Meira vælið, maður. Sól og bara gott veður. Hlýtt. Og friðsælt. Jæja. Nú er klukkan verða 4 nótt og það er svona, tæpa 70 mílur eftir til Hafnar í Hornafirði. Það er bara alveg bongóblíða. Jæja, láta ykkur ekki bregða, það er sama lognið og síðast. Og Ísland framundan. 9. 2 tímar. 9:45. Jæja, þá eigum við 2 tíma til Hornafjarðar. Í þessari svaka blíðu. Já, við verðum svona 52 tíma frá Færeyjum. Á Volvo Pentu. Hún er búin að standa sig vel. Jæja, Stokksnesið. Við eigum eftir klukkutíma. Jæja, þá er búið að tolla okkur. Það var í einhverjir, 3, 4 blöð.
konar heilsufass og víst og þetta. Nei! Þú fá okkur draug. Nú fá okkur draug sko, í tilefni dagsins. En það er komið, það var ekkert mikið mál, bara almennileitin frá tollaranum. Við erum svona búin að binda. Við geymum hérna bara í, já ég veit ekki, 2-3 daga, kíkja heim. Svo sæki ég hann á siglinni. Þannig að segja að það var spáð fyrir suðvestanátt. Kemur í ljós. En komum til Íslands. Flott veður hérna, hlýtt. Gaman að sigla hérna inn.